Ágætu fundarmenn og áhorfendur. Þá set ég fund númer 227 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga. Mættir til fundarins eru allir aðalmenn og einnig situr með okkur Ásta Friðriksdóttir sem ritar fundagerð bæjarstjórnarfundar. Á dagskránni eru 10 mál og við skulum bara vinda okkur í dagskrána. Mál númer 1 er fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Tekið fyrir 7. mál úr 414. fundar bæjarráðs frá 22.11.2024, fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Lögðu fram fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Voga fyrir árið 2024 og langtímaáætlun 2025 til 2027. Davíð Viðarsson sem stjóri umhverfis- og skipulagssviðs og Ásta Friðriksdóttir verkefnastjóri reikningshald og umbóta sátu undir þessum dagskrárlið bæjarráðs. Bæjarráð samþykkir samhljóða að vísa fyrirliggjandi tillögu að fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Voga 2025 og 3 áætlun 2026 til 2028 til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Áður en ég gef orðið laust fjárhagsáætlunina þá langar mig að benda á það eins og flestum bæjarfulltrúum kunnugt, eða öllum bæjarfulltrúum kunnugt, að það eru liðir sem munu breytast núna á milli umræða hjá okkur og þess ber að nefna þá kannski helst launalið og búnaðarkaup. Verið einnig að uppfæra áætlun með áætlari fjölgun stöðugilda í skóla og leikskóla í samræmi við spár fjölgun nemenda samhliða íbúa fjölgun. Þá mun framkvæmda áætlun taka breytingum en unnið er að kostnaðarmati innvið uppbygginga næstu ár. Orðið laust. Nú ef engi vill kveða sér hljóðs þá legg ég til að bæjarstjórn vísi þessu til seinni umræðu, þeir sem gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 2 á dagskránni. Það eru viðaukar 2024. Tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá fundar númer 414 í bæjarráði, það frá 20.11.2024 og það er lagður fram viðauki númer 5 sama árs vegna reksturs. Og hefst þá lesturinn það. Það er tekjuaukning. Útsvar fyrstu 9 mánuði ársins eru 30 milljónir króna hærri en áætlað var vegna fyrirgefið 30 milljónir króna hærra en áætlað var. Já, síðan er greiðsla vegna gjaldfrjáls og skólamáltíðar sem nemur 6,6 milljónir króna árinu, auk þess sem innheimtar hafa verið leigutekjur og endurgreiðsla rafmagns á tjaldsvæði vegna árana 2020 til 2023 að fjárhæð 9,6 milljónir. Eftirfarandi mál hafa verið samþykkt í bæjarráði og er áætlaður kostnaður eftirfarandi. Sérfræðikostnaður á bæjarskrifstofu 2,5 milljón, stöðugildi byggingafulltrúa og verkefnastjóra reikningshalds og umbóta á bæjarskrifstofu 7 milljónir króna, þráðlausi punktar í skóla 2.250.000 og tímabundið hlutastöðugildi í leikskóla 0,5 milljón. Auk þess hafa eftirfarandi deildir félagsþjónustu verið umfram áætlaðan kostnað fyrstu 9 mánuði ársins vegna fjölgunar þjónustuþega og aukinnar þjónustu þarfar. Barnavernd fóstur utan heimilis 2 milljónir, barnavernd úrræði á heimili 0,5 milljón, barnavernd annað 600.000 og ferðaþjónusta fatlaðra 4 milljónir. Seli dagdvöl 1,3 milljónir króna og heimaþjónusta aldraða 1,9 milljónir króna. Lagt er til að tekjum umfram kostnaðarauka hér að ofan sem er að fjárhæð 23.700.000 sé bætt við handbært fé sveitarfélagsins. Og orðið er laust viðaukan, ef ykkur vil kveða sér hljóðs. Nú, ef ekki, þá legg ég viðaukan til samþykktar. Þeir sem samþykkja hann gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 3. lið dagskrár. Það er kosning í ráð og nefndir
Sveitarfélagsins. Lagðar eru fram tillögur að breyting og skipan varamanna í fræðslunefnd. Elisabeth Ásta Eyþórsdóttir verður fyrsti varamaður E-lista í fræðslunefnd og Ingþór Guðmundsson verður annar varamaður sama lista í sömu nefnd. Í stað Þórhildar Sifjar Þórmundsdóttur sem víkur úr fræðslunefnd sem varamaður. Sökum flutninga. Einhverjir sem vilja kveða sér hljóðs tilnefningar? Ef ekki, þeir sem samþykkja það, gefi merki. Það samþykkt samhljóða og mig langar í framhjólhlaupi við afgreiðslu málsins að þakka Þórhildi Sif Þórmundsdóttur fyrir hennar störf í þágu sveitarfélagsins. Þá eru komin í 4. mál. Það fyrirspurn byggingarmál stækkun byggingareits að Sjávarborg 14 til 16. Tekið fyrir annað mál úr fundargerð 65. fundar skipulagsnefndar frá 19. nóvember 2024 þar sem fyrirspurn stækkun á byggingareit eftirfarandi lóðar. Kristinn Ragnarsson fyrir hönd Garðaprýði EHF sendir inn fyrirspurn stækkun á byggingareit. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi fyrir lóðina gert ráð fyrir að hvorri lóð byggingareitur 15/21 að stærð tillaga gerð fyrir að heimild að stækka hluta byggingareits 7,5 sinnum 3,5 og 5 sinnum 1 til vesturs og tilfærsla bílastæðis á lóð nr. 14 að suður hluta lóðar. Að öðru leyti gilda áfram sömu skilmálar. Afgreiðsla skipulagsnefndar var með þeim hætti að það mat skipulagsnefndar að óverulega breytingu sé að ræða samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og leggur hún til við bæjarstjórn að þetta verði samþykkt. Orðið laust þessa breytingu. Ef eitthvað vil kveða sér hljóðs. Ef ekki, þeir sem eru samþykkið þessu, gefið þá merki. Það samþykkt samhljóða. Og við fyrir þá í 5. mál sem Kirkjuholt skipulagsmál. Það tekið úr öðru máli fundargerð nr. 64 hjá skipulagsnefnd 15. október 2024. Hlynur Sigursveinsson fyrir hönd Húseiningar EHF óskar eftir óverulegri breytingu á deiliskipulagi að ræða aukningu á byggingamagni innan skilgreinds byggingareits á lóðinni Kirkjugerði 2-4 úr 320 fermetrum í 353 fermetra. Og afgreiðsla skipulagsnefndar þannig hljóðandi. Það mat skipulagsnefndar óverulega breytingu sé að ræða samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og nefndin leggur til að bæjarstjórn samþykki þetta. Orðið laust. Þeir sem samþykja þessa breytingu gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Síðan eigum við mál 6, 7, 8, 9 og 10 sem fundagerðir sem lagðar fram og orðið laust allar þessar fundagerðir. Ef eitthvað vil kveða sér hljóðs. Eva Björk, gerðu svo vel. Takk hérlega fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmaður. Mér langar aðeins að staldra við fundargerð frístund- og menningarnefndar frá því núna 21. nóvember og þar eru 2 mál sem mér langar aðeins að fara inn á. Það fyrsta mál varðandi jólin, eiginlega bara fyrstu jólahelgin okkar og það bara ótrúlegt sagt, þá bara 1. desember handa við hornið og það bara næstu helgi og þá nóg að gera í sveitarfélaginu. Þannig að mér langar til þess að hvetja bæjarbúa til þess að kynna sér hvað í boði og bara það heljarins dagskrá. Bæði laugardag og sunnudag. Við erum að tala kökubasar og jólabingo og jólamarkað og messu og svo sjálfsögðu kveikt á jólatrénu á sunnudaginn með tilheyrandi dagskrá, söng og svo sjálfsögðu koma þessi rauðu í byggð
og kíkja eins og heilsa upp á yngri kynslóðina. Þannig að það er nóg að vera. Þannig að ég hvet alla til þess að kíkja á það og það inn á heimasíðu sveitarfélagsins. Mál númer 2 svo íþróttamaður ársins og hvatningaverðlaun 2024. Við erum að óska eftir tilnefningar, þannig að ég hvet bæjarbúa til þess að senda inn bæði hvatningartilnefningar og líka eða fyrir íþróttamann ársins og það hægt að senda til okkar fram að 18. desember og einnig eru þessar upplýsingar bara inn á heimasíðu bæjarfélagsins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eva. Orðið ennþá laust ef einhverju vilja kveða sér hljóðs þessa fundagerðir. Nú, ef svo ekki, þá segi ég fundi slítið númer 227 í bæjarstjórn sveitarfélagsins Voga.